Komið sæl, í dag hefur verið austlæg eða breytileg átt á landinu og skýja með köflum og yfirleitt þurrt framan af degi norðan og vestanvert landið en síðdegis var talsvert skúraleiðingar á suðvesturhorninu. Og veðrinu hjá okkur stýrir þessi víðáttumikla lægð sem hér suður af landinu klukkan 18 í dag og önnur lægð hér suður af Grænlandi. Og þróunin á þessu næstu sólarhringana sú að þessi lægð hér fyrir sunnan og austan okkur mjakast hér í norðausturátt á milli Íslands og Noregs og næsta lægð kemur hér í áttina til okkar en mun ekki hafa mikil áhrif hjá okkur að svo stöddu. Og á hitasviðinu þá að sjá að það er tiltölulega milt loft yfir landin okkar en hitinn komst hæst í tæp 19 stig í Ásbyrgi í dag en hitinn fór einnig í 18 stig bæði á Korpu og í Skálholti og þróunin á þessu sú að það verður áfram tiltölulega milt loft hjá okkur en þegar líður á morgundaginn þá má gera ráð fyrir því að það verði heldur svalara loft sem kemur inn á norðanvert landið og einnig búist við að kólni lítið eitt norðanvert landið á fimmtudag. En áfram tiltölulega milt loft sunnanvert landið. Og skoðum hér hvernig vindur á miðunum í kringum landið og úrkoma breytist næsta sólarhringinn. Þá skúraleiðingar hér suðvestan til í byrjun. Einnig má reikna með að verði væta af og til á suðaustur og austurlandi en miðjan dag á morgun verður úrkomi lítið að mestu. Og staðan miðjan dag á þessa leið, norðlæg eða breytileg átt hjá okkur, yfirleitt svona 3 til 8 metrar á sekúndu, skýjað að mestu með norðurströndinni og lítið eitt svalara þar en verið hefur síðustu daga. En sunnan og vestanvert landið gert ráð fyrir að verði skýjað með köflum eða bjartviðri og einhverjir skúrir verða farnir að myndast inn til landsins sunnan til. Og svo ef við skoðum hér áfram hvernig þetta þróast frá því á morgun og fram á fimmtudag, þá gert ráð fyrir litlum breytingum sérstaklega á landinu en líklega verður einhver þoka með norðurströndinni og eins má gera ráð fyrir úrkomu hér fyrir austan land. En á fimmtudaginn verður norðlæg eða breytileg átt hjá okkur áfram fremur rólegu vindur og skýjað að mestu leyti norðan og norðaustanvert landið og jafnvel einhver væta þar með köflum en skýjað með köflum sunnan og vestanvert landið og áfram einhverjir skúrir þar einkum síðdegis. Og hitinn verður svona upp í 15-16 stig þar sem best lætur sunnan til á landinu. Og á föstudag svo reiknað með norðlægri átt og vindur ekki verður frekur hægur áfram, svona 3 til 8 metrar á sekúndu, rigning eða súld með köflum norðan til á landinu en skýja með köflum og yfirleitt þurrt sunnan til en gætu þó fallið einhverjir dropar þar. Og á laugardag útlit fyrir áframhaldandi hægviðri, einhverjir skúrir verða á suðaustur hluta landsins en annars gert ráð fyrir að verði skýjað með köflum og yfirleitt þurrt. Og ef við skoðum hér önnur lönd í Evrópu þá lægðin hér milli Íslands og Noregs að hafa áhrif bæði á Bretlandseyjum og Norðurlöndunum, það sem verður einhver væta, ýmist skúrir eða rigning með köflum. Eins gert ráð fyrir eldingaveðri víða í Frakklandi, Þýskalandi og Austurríki en nokkuð sólríkt á Ítalíu og í Grikklandi. Og eins gert ráð fyrir að verði nokkuð sólríkt allvíða á Spáni og í Portúgal og hitatölur vel yfir 30 stig. Á Kanaríeyjum útlit fyrir að verði fremur róleg norðlæg átt og bjartviðri að mestu leyti og hiti svona frá 25 og upp í 30 stig. En svo í Norður Ameríku þá helst að sjá að það verður þessi fellibylurinn Debby sem hefur verið hér við Flórída nokkuð kyrrstæður tíma núna þannig að það rignir talsvert hér á norðanverði Flórídaskaga og upp með austurströndinni og má einnig reikna með að verði úrkomusamt bæði í New York og Washington en annars staðar nokkuð sólríkt hér í Suðurríkjónum. Og hjá okkur útlit fyrir að verði norðlæg eða breytileg átt á morgun, skýjað að mestu leyti norðan til á landinu en skýjað með köflum annars staðar og stöku síðdegisskúrir. Verið sæl.